Sæl og blessuð, við erum í 7. kaflanum í verkefni 2 og það var að finna að Jón og Gunna þau borða pizzu reglulega og við skoðum eftirspurn Jóns og hún er hér. Og takið eftir að ég hafði sett magnið hér vinstra megin en það er hægra megin í bókinni. Og bókin sýnir alveg eðlilega uppsetningu en það er þannig að verðið er alltaf Upsilonás og magnið á X-ás samkvæmt gamalli hefð í hagfræði og þess vegna kemur Excel með þetta vitlaust út ef að ég hef þetta öðruvísi eða það sé eins og í bókinni. Ég ætla bara að sýna ykkur það aftur, það var sýnt líka í verkefni 1. Svona. Sýna ykkur hér að ég ger þetta svona og vel hérna insert, ég vel hérna charts og þetta heitir skattediagram og ég vel það alltaf og gerir svona. Þá sjáu þið að ég er ekki að fá krónurnar á réttan stað, þær eiga að vera á lóðrétta ásnum. Upsilonásnum. Og þá hef ég val það að breyta þessu og þá þarf ég að fara hingað og ég þurrka bara út það sem fyrir er og segi að ég ætla að bæta við hérna og þá segir hún hvað á þetta línurrit að heita og ég ætla að segja bara eftirspurn Jóns og þá segir hún hvað á að vera á X-ás og þá segi ég, já, ég vil hafa magnið á X-ás. Það er bara þannig samkvæmt hagfræðinni. Og þá segir hún, hvað viltu hafa á Upsilonás? Og ég segi, ég vil hafa krónurnar þar. Nú, þannig ekki eftir hvað mér. Svona. Svona. Og þá kemur hún með þetta, segir, nú krónurnar komnar hér og magnið er komið hér. Og þetta svona vil ég hafa þetta. Ég ætla að hafa þessa hérna bara til hliðar en munið ástæðan að ef þið viljið fá þetta strax út svona þá hafið þið magnið undan. En þið þurfið ekkert að hugsa það ef þið til dæmis ykkur í prófi, þá teiknið þið bara upp. Þið vitið að krónurnar eru Upsilonásnum og magnið á X-ásnum og þá segjum við allt í lagi að Jón er tilbúinn að kaupa 2 pítsur ef verðið á hvorri pítsu er 2500 krónur. Og þá sjáum við hér að hér er þessi punktur, það voru 2 pítsur og 2500 krónur. Nú, svo getum við farið hér niður og athugað ef að hvað er Jón tilbúinn að kaupa margar ef að verðið er 1500, að þá er það 5 pítsur. Svo höldum við áfram, ef verðið er 1000 krónur vill þá Jón kaupa meira og já, hann kaupir 8 pítsur. Þannig að þetta er eftirspurnarlína Jóns. Svo getum við sett hér inn og punta þetta hérna og bara haka ég við Axis Title, fer hér og segi magn. Og hér set ég verð. Það kom verð hér og það kom magn hér. Og svona get ég gert alls konar fínir í bara með því að smella hér ef ég vil gera eitthvað sérstakt. Þannig að þá erum við búin að finna hérna Jón og það var spurning Gunnu líka og Jón og Gunna að þau eru með eftirspurn, hún er með 1, 2 og 3. Þannig að ef að verði 2 og 5, þá vill ég kaupa 1. Ef að verði 1500, þá vill ég kaupa 2. Og ef hún er 1000 krónur, þá vill ég kaupa 3. Þannig að þetta er bara alveg eins og hjá Jóni. Síðan er verið að sýna okkur hvað á að gera ef að við ætlum að finna sameiginlega sameiginlega eftirspurn. Og þá þurfum við bara að leggja saman
Það þurfa að leggja saman eftirspurn þeirra tveggja. Þau vilja kaupa samtals 3 pítsur ef verðið 2,5. Þau vilja kaupa samtals 7 pítsur ef verðið 1.500, 5 + 2. Og 8 + 3 ef það 1.000 krónur. Þannig að hér sjáum við þar fyrir neðan og þá lögðum við saman eftirspurnina. Og þá lítur þetta svona út.